Og FM 95 Blöð eru mættir aftur eftir 6 vikna frí. Og ég verð að viðurkenna það fyrir mig persónulega, ég hef sjaldan verið spenntur á að labba inn í þetta stúdíó. Allt og löng pása, en spurning með hina drengina sem sitja hérna á móti mér á hverjum föstudegi. Ég ætla að byrja á þér, einn mjúkur Steindi Junior, hvernig ertu? Ég fróðandi góður og fyllandi fínn í dag. Já, það stemming. Já, það stemmari og hérna, og það búið að vera stemning svona, við erum búin að vera frá í 7 vikur. 6-7 vikur. Já. Og það búið að vera svona, núna undanfarið, þá var maður búin að finna fiðringinn, maður fann að vera spenntar að koma og núna ég orðinn það spenntur að það liggur við að sé bara að líðið mig. Já, þetta lengsta pása sem FM 95 Blöð hefur tekið á 5 árum. Já. Og talandi 5 ár að þá byrjaði þátturinn 4. nóvember árið 2011, þannig að hann 5 ára upp á dag í dag. Akkur spilar ekki Rain Over Me? Það var fyrsta lagið okkar fyrir... Ég ekki aðdáandi þessa lags, en það var náttúrulega fyrsta lagið sem var spilað í FM 95 Blöð, þannig að getur vel verið ég spilaði bara fyrir þig. Já, og Terminator 2 þýmið geti dottið inn í kjölfarið. Já, það náttúrulega svo tengt þættinum. Nei, það bara komin tími á það, ég alltaf að tala um það, komin tími á það. Nú þátturinn búin að vera 5 ár og ég ætla núna að vóta það að við endum þáttinn á Terminator 2 þýminu. Það aldrei að vita, en við hefur því... Þú bara, takk fyrir geggjaða hlustun, afmælsátturinn var gjörsamlega trilltur. Kom með 737 million views. Þetta lag. Er það ekki bara svipað að var með þegar þetta byrjaði? Nei. Jú, þetta fór rosalega af stað. Ég ekki tókið, þetta lag, þetta með nákvæmlega sömu views og þegar þetta kom bara þegar þú varst að tala þetta billion. Þetta billion views. Maður sjá 737 það þetta rosalega tala, sko. Já, þetta eitthvað skemm. Það búið að fiffa eitthvað við þetta. Það búið að kaupa likes. 1,5 miljón þumlar upp. Okkur 3 niður, sko. 3 niður? Hvað margir niður? Glimtu, 80.000 niður. Það ekki neitt ef 1,5 kúla upp, sko. En Egill, fólk nú búið að heyra að þú ert nú mættur, en hvernig ertu? Ég hef aldrei verið betri. En það var lengsta frí aðeins, það bara hannig. 6 vikur, ráfandi í Kópavogi, bara eins og astni. Ráfandi í Kópavogi að rakka okkur niður. Ég heyrði viðtalið í brennsluna, kalla okkur aumingja og letihauga og við vorum í 12 tímum að tökundum. Já, ég var í fríi sem ég vildi ekki vera í. Ég workaholic. Ég vil vera í vinnunni. Ertu workaholic? Já, og þetta var erfitt fyrir að workaholic að vera í fríi, þannig á að gera í fríi. Það er bara ráfandi og... En þú ert mættur í stúdíóið og það 5 ára afmælistáttur, það verður náttúrulega, það alltaf gerast. Já, sko, oft segi ég hér í byrjun þáttar að sé veisla framöndan, en núna meina ég alveg frá hjartan. Við erum með, ég veit ekki hvort við náum að koma öllu að. Í fyrsta lagi erum við með rosalega tilkynningu í dag. Já, það kannski svona það stærsta við þáttinn. Það risa tilkynning og hún verður á slaginu klukkan 5. Já, þetta okkar stærsta tilkynning sem þátturinn byrjaði held ég bara, sveið með þá. Við erum líka með Gunnþór, hann kannski þeir sem eru með snappið okkar, FM 95 Blå snappið, tók eftir því í síðustu viku og þá var Gunnþór mættur í stúdíói að ég fekk hann til þess að hringa á kosningaskrifstofu Sjálfstæðisflokksins áður en að kosningarnar færu. Hann var að lesa við Sjálfstæðismönnum og ástæðan fyrir hringdi fyrir kosningar því að þá svara allir og það skellir enginn á því að hvert atkvæði skiptir svo miklu máli að það vildi enginn skella Gunnþór. Þú hangir á línunni fyrir kosningar. Það akkurat máli. Þannig að Gunnþór hér á eftir. Við erum með föstudagslagið í fyrsta sinn í langan tíma. Sverrir Bergmann mætir hér og það rosalegt lag sem hann ætlar að taka. Það Rullu með Aroni Kahn. Já, sem eitt af okkar uppáhaldslögum og við fengum hann í það og já, ég ekki búinn að heyra það. Þú búinn að heyra það og þú lofar veislu. Já, það hrikalega flott. Já. Þannig að Kemur Sweats Mouth á eftir það? Já, hann mætir hérna eftir, hann Sweats to Mouth og hann verður í stuði. Við erum með augljósa staðreyndir sé ég þegar þú ert búinn að setja þær hérna á blaði. Það á sínum stað og brakandi fest íslenskt slúður. Og já, svona strákar, eftir 6 vikna fjarveru, þá hrúast inn mailin, þið þekkið þetta. Það SMS, mail, Snapchat, það skiptir ekki máli, Twitter, ég fæ þetta alls staðar. Og það eru menn niður sig, já, út allan bæ og það náttúrulega erfitt. Getur þú tísað eitthvað nafn? Einhver sem að skipta á sig? Jú, ég get alveg svo sem komið með það en því miður, þetta eru félagar okkar og góðu vinir þáttarins því miður, og engin stelpa
eins og vanulega. Það var eitthvað sterkum daginn. Já, það var eitthvað eins sem laumað sem daginn sem með skitu. En já, það til dæmis MC Gutti og kannski Ásgeir Kolbeins sem verið slúrin dag. Það gæti farið þannig. Já, þið erum líka, hvað stendur hérna? Já, þú ert augljósar. Svo spurningakeppni Gilstarans, hringja sinn veikan. Við erum með mundurinn fyrir kass, sturlaðar eða hrossaskítur. Bara eins og þið heyri, kæra hlustendur, þá bara ekkert víst að við komum þessu öllu að. Það 5 ára afmæli og við erum í gír, vonandi þið líka. Þetta var fyrsta lagi sem var spilað í FM 95 blöð og það eru nákvæmlega 5 ár síðan. Ekki permanenti 2 tímið. Nei, hættur. Eins og við komum inn á þá var þetta fyrsta lagi sem var spilað í FM 95 blöð 4. nóvember 2011 fyrir nákvæmlega 5 ára síðan. Þetta ræfillinn Pitbull og lagið Rain Over Me. Ræfillinn Pitbull? Nei, ég segir svo. Toppmaður. Ég ekkert á móti Pitbull. Þetta líklega eitt besta lag sem ég hef heyrt. Ég man ekki nefnt betra lag í Flótubræði. Betra lag en þetta lag. Ég verð samt að spyrja einu. Flest öllu í heiminum. Já, ég verð að spyrja einu. Þegar FM 95 blöð byrjaði fyrir 5 ára síðan, þá skal ég gefa þér það að Pitbull var the shit. Hann var með 400 milljónur á sér lagi eftir stuttan tíma. Það kom hittar eftir hittara. Hvað síðasta lag sem Pitbull gaf út? Og farðu ekki setja hendurnar á tölvun núna. Hvað heitir síðasti hittarinn hans Pitbull? Hann bara núna aðeins að slaka á eftir að giggaði yfir sig 2011-2013. Þú giggar einu snöfið, ekki? Ég veit alveg hvernig það Þetta páskatúrun einu sinni Þetta veist hann að gigga yfir sig. Það versta sem, Egil sagði þetta við mig hann var ekki að grínast, öllu kannið sleftu var ég að spyrja hvernig ertu, hann bara, ég held ég búin að gigga yfir ég bara, hvað sagður? Hann plötusnúður sem að spila hann gerir ekki tók eina páskahelgi giggaði yfir sig það mikil óregla sem fylgir tónlistarlífinu sko. Já, reyndar en málega hann núna held ég bara að hlaða batteríin mútt alveg búið undir einhvern slagara með honum og J-Lo frá Pitbull vonuð það? Honum og J-Lo hvernig gaf hún lag út já, hún alltaf, hún með sýningu í Vegas og svona hún alltaf að tikka sko nei ég er alltaf í Team J-Lo Jennifer from the block það komið tíma á slúður hér í FM 95 blöð og eftir 5 vikur þá var nú gerð reyndar þetta svona bara heitast að slúður í dag kottu þá með Kurt Russell inn í þetta Kate ég ætla að byrja það sem allir að tala það Kendall Jenner og hún átti afmæli í gær 21 árs og það endalaust að slúður þetta afmæli en það sem stendur svona upp úr að hún var í alvens kjól og Paris Hilton var í á 21 árs afmælinu sínu 2002 en veitir hvað hann fekk í afmæliskjöf líka? Stendur það upp úr? Já. Hvað meinar þú? Stendur það upp úr? Hún var í eins kjól og einhver önnur stelpa? Já, ekki einhver önnur. Ég fæ bara sting í hausinn. Þetta náttúrulega blæðir úr eyrunum á mér. Hitt á 2002, það eru 14 ár síðan þetta stendur það upp úr og sami kjólinn virki ennþá eftir 14 ári. Þú náttúrulega veist ekkert hvað fashion Steindi. Nei, ég kallaði tísku terroristinn og ég fíla það. Ég vill vera í svörtum rúllugrafaból og blæður úr eyrunum. Svartur lánaðan kjólinn frá Paris. Ekki drulla yfir svarta rúllukrafabóli. Ég er bara að segja, hvað veist þú fashion? Þetta það sem að gera allt brjála. Og já, það sem stóð líka upp úr var afmælisgjöf. Hvað heldur hún að fengi afmælisgjöf? Ég veit ekki, með þetta ætla maður ekki að fengi eitthvað svona bleika handtösku og lítinn hund eins og Paris Hilton með 2002. Hvað gáðu þið mér í afmælisgjöf til dæmis? Því hún fekk þetta frá vinum og fjölskyldu? Ég hef oft gefið til dæmis myndir svona með veggheima höður. Já, nei, það eru allar inn í vaskhási. Ég gaf þér einu svona umslag með 500 kalli. Já, það var enda fallegt þar. Hún fekk Rolls Royce. Já, það svona aðeins stærri gjöf en ég fengi. Hver gaf henni það? Fjölskyldu og vinir. Það var bara hendi Fjölskyldu og vinir? Eitt rolla, já. Hún fekk Rolls Royce. Þetta fín gjöf. Sem metin á 30 milljónir íslenska króna. Þetta náttúrulega bara grín. Hendi einn rolla. En sko, en ef það einhvers sem þarf að girða sig, þá var það Paris Hilton. Hver með allt the shitter? Hún mannst þetta eitthvað góð slúðumála með Paris Hilton ílega. Já, reyndar þú segir það. En ætli það sé ekki viljandi gert það? Nei, ég held að sé bara hún að reyna að koma sér í gang. Hún bara með 6,2 miljón followers á Instagram. Bara, það nú slatti. That sucks. Ætli hún sé ekki bara með Pitbull félaginu með einhverstaðar slög bara í gigpásu? Eða Paris Hilton, sko. Það enda þegar þú segir það. Það er mjög langt sér að maður sá hann í einhverju slúðrið, sko. Er það ekki ágætt? Jú, ég held Ég var alltaf verið aðdáðandi. Kannski vill hún ekki meira. Stundum færðu bara nóg held ég eða úr Paris Hilton. Sko þess að Kendall Jenner með 68,1 miljón followers og svona standa sér vel, hún er alveg konar að gera. Paris Hilton 6,2 hakkar henni saman sko. Já, það er frábært. Það verður að fara að drulla sér í gang sko. Já, akkurat, svo er það meira af Kardashian fjölskyldunni því að Kim Kardashian og Kanye West eru búin að reka lífvörðu sinn og skal engan undra svona með við fréttirna meðan við vorum í fríi. Hún náttúrulega rændi í París. Það er svo sem ekki fréttir fyrir neitt held ég en lífvörðunum var hverki sjáanlega þá. Ég veit ekki hvort hann hefur að sækja sér kleinuringi eða eitthvað en hann er búið að reka hann og sá maður það ekki svolítið koma.
Já, og þá fara örugglega að koma einhverja sögu frá honum og Já, þú meina hann gefur út bók og svona? Já, það lítur að vera. Það lítur að vera. En hvað að frétta pappanum? Hann var nú alltaf svolítið skemmtilegur. Caitlyn Jenner? Já, hvað heitir hann? Caitlyn? Já, hvað heitir hann? Það er náttúrulega hún. Já, þú veist, Caitlyn. Kona í dag. Fættist kona. Já, ekki allt gott að frétta henni? Skal það ekki fara að rakka það niður á minni vakt að hún sé orðin kona? Alls ekki. Ég er bara spáð með eitthvað svona tón. Nei, ég er bara spáð, pappi minn dýrkar hana. Það komið Marco Seniorinn, hann gerir ekki annað en að tala hana á sko, pappin var rosalega Bruce Jenner aðdáandi. Er hann jafn mikil Caitlyn Jenner aðdáandi? Það getur verið að við þurfum að ringi Seniorinn næsta þætti og spyrja hvort hann hann nú ekkert feimið við sviðslössigallinn. Ég til að ringi hann. En ég held að hún sé bara hress. Hún með endalösa fyrirlestur alltaf og bara góð á því, sko. Já, hún svona hetja í trans community. Svona frægasti transsexual, hérna. Já, ok, svo það loka slúðrið og það af engum öðrum en, henni Taylor Swift. En, nú vilja gárunga meina að Taylor Swift og Drake séu byrjuð saman. Það séu að það heitast á nýjasta parið í Hollywood. Hún var með gaurnum sem hún var náttúrulega með Calvin Harris. Drake var með Drake var með Rihanna. Já, þetta fljótt að gerast þarna. Þú voru að hætta saman bara fyrir 5 mínútum Já, Drake og Rihanna og sko Taylor Swift var með Calvin Harris fyrir mánuðu síðan og byrjaði svo með gaurnum sem að leikur Loka í Avengers. Hver er Calvin? Er Taylor Swift type? When I met you in the summer. Er það ekki Calvin Harris? Hver er það type? Já, þannig það lag. Þetta er DJ. Það finnst mér svolítið. Er það ekki komið gott Celebrity Beef fyrir Rihanna og Taylor Swift? Ég til, já. Þú veist náttúrulega. Þetta er svolítið skemmtilegt, sko. Þú veist að Taylor Swift er í Celebrity Beef. With Kanye West? Nei, við hana Katy Perry. Það hata hver aðra. Og núna er Rihanna líka. Já, hún er ekkert að safna sér vinum, hún Taylor Swift, en þetta var slúðrið í dag, er ekki bara nokkuð sátt þetta? Jú, þetta var bara ágætt. En sko, svo náttúrulega er Nicolas Cage. Nicolas Cage er dáinn. Opnum nýja og glæsilega verslun Hagkaups í Smáralind, laugardaginn 5. nóvember. Hagkaup, þar sem Íslendingum finnst skemmtilegast að versla. Haustlækkunin í fullum gangi á dælunni. Þú dælir hjá okkur í haust og finnur hvernig hitastigið lækkar með hverjum deginum. Dælan, eini staðurinn með megarhraðbórstilrýmingarsérverð á eldsneyti. Flexor býður upp á mikið úrval af hlaupaskóm frá Nike og Asics. Kíktu við hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf. Flexor, Suðurlandsbraut 34. Þetta er neyðarkall björgunarsveitana. Takið vel á móti sölufólki okkar. Slysavarnarfélagi Landsbjörg. Tónleikarnir koma í biðröðum, vönduð klæði í röðum með 20% afslætti, opið til klukkan 10, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld á Skólavörðustígnum í tilefni af Airwaves Geysir. Iceland Airwaves Off-Venue á American Bar föstudaginn 4. nóvember. Klukkan 2:30 SXSXXX. Klukkan 4 Úlfur. 5:30 Steinar og klukkan 7 Gaukur. American Bar með þér á Airwaves. Láttu vaða á Chalupa Supreme. Taco Bell. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Á FM 95 Blö hér á FM 957. Það er afmælisþáttur, þátturinn er 5 ára gamall og það er veisla framöndagsdagur. Við erum búin að lofa hlustendum og við ætlum að standa við það. Já, bara hér handa hodnið Gunnþór. Já. Það eru margir að bíða eftir honum. Einn af mínum uppáhaldskarakterum. Já. Svo er Bergmann rétt og mættur inga í hús með föstudagslag og... Já, tók þann mikla sens að covera Aron Kahn og það sem ég veist, hann hafi nelta. Já, ég er allavega fílaði tætlur og ég er nokkuð vissum að hlustandi munu gera líka. Það er ekki sketi hinga til. Já, en það er komin tími á dagskrárlið sem er, svona nokkuð stabíl í þessum þætti. Já. Og það er myndurinn fyrir Kass. Já. Hann heitir ekki lengur myndurinn fyrir Cash. Nei. Núna heitir hann myndurinn fyrir Kass. Aha. Því að, það er komið spons á hann á dagskrárlið. En pæli því, við förum í 6 vikna frí, við komum tilbaka og það er búið að sponsa einn dagskrárliðin hjá okkur. Þetta er æðislegt. Ég veist að við má sponsa alla liði. Já, af hverju ekki? Slúður er í boði. Allt niður þetta, getur ekki verið að ringa ykkur síndur. Það er rosalega svona Bandaríkin, eða þú horfur í ESPN, þá er komið að bara turnover, Subway turnoverið og... Þetta er að lifta þættinum annað level. Við erum að vera sellouts. Eigum við að vera, ég held að við höfum verið það í nokkuð góðan tíma. Nei, mér finnst þetta að vera
gæðastimpill. Maður kemur hérna í stúdíu, það betri lykt hérna. Það búið að taka ónýtastólinn í burtu, mækarnir hafa aldrei verið betri og búið að sponsa myndir fyrir Cass yfir í myndir fyrir Kass sem eiginlega flottar. Já, og talandi Kass, þá hveiti náttúrulega alla til þess að fara og sækja appið, Kass-appið, þarna getur við verið að millifæra og græja og gera og þeir eru að fara að gefa 1 milljón. Þannig að þeir sem að nota Kass-appið geta unni 1 milljón núna í desember. Er samt eitthvað smáalitur þetta? Nei, það er ekkert smáalitur. Það er bara 1 milljón, ekkert rugl. Það er bara þannig. Og þannig að allir að gera að fara inn og sækja Kass-appið. En ég ætla að byrja bara á fyrstu spurningu hér í myndurinn fyrir Kass og hún hljómar svona. Myndirðu verið í sömu fötunum í 1 ár fyrir auka 1 milljón á mánuði? Sömu fötunum í 1 ár. Þú máttir ráða okkur fötunum, ekki? En ég minna þú mættir þú máttir í sturtu. Já, en þú vart alltaf fyrir sömu fötin. Það má þrífa fötin. Nei. Þarftu að fara úr, máttu fara úr fötunum þegar þú fyrir sturtuna? Já. Bara, þú veist, en allir sem sjáðu í 1 ár þá ertu alltaf í sömu fötunum. Sem samt ekkert endilega það slæmt, sko. En af hverju máttu ekki þvo fötin? Af því, það er bara í reglum með mér. Það kemur náttúrulega rosalega vond lykt af fötunum. Já, fyrir rest gera það. Og líka maður þyrfti, sko gallin við þetta finnst mér að maður þyrfti að vera svo varkár af því að ég ætla bara að viðurkenna það. Ég hef alltaf verið hinskilinn. Ég er svona sullari, sko ég sulla á mig og ég missi á mig hluti. Ég hef verið Ég hef orðið var. Já, ég get einhverja Þetta sullari? Já, ég get í bílnum og Þú ert líka náttúrulega sullari í víni. Nei, Sullar svolítið þar. Nei, strákar, sko, herru, við förum ekki í þetta. Við vorum búin að taka Ef maður heyrir Steindi Junior er sullari þá byrjar maður strax að hugsa, já, hann sullar. Já, ok, ég get alveg, ég meina, ég hef alveg mistað með bjór og það gerist örugglega í hvers skipti sem ég fyrir út að þá er ég með læti og ég stend upp að stráka, hann var einhvern veginn svona, sko, og svo missi ég bjór á mig, sko. Já. Það er daglegt, en, sko, já, ég myndi, sko, þú máttu velja Skattfrjálst. Þú máttu velja fötin sjálfur. Já. Ok, Það er náttúrulega föt sem mútu velja frekar en önnur. Já, þá myndi maður hugsa, ok, hvað er heitt eftir 3 mánuði? Hvað er ég að segja? Þú átt engin föt sem er heitt eftir 3 mánuði. Eina sem ég á Eru nærbuxur inn í þessu það? Nei, bara sem sést? Já, mátt vera nýja nærjur. Skal ég gefa okkur senst þar. Ég þarf svara þetta Já, ekki. ég tek það. Já, ég myndi alltaf henda Myndu þið þykja? Já, Skiptum nærbuxur, sokka og ból og svona, þetta er bara sem sést. Já, fín díl. Ég myndi velja mér eitthvað svona I'm with stupid ból. Já. Vera bara í Fara bara alla leið í þessu, ok. Svo er það næsta. Já, þetta poppaði bara upp í hausinn á mér því ég var að lesa grein Siamstvíbura þegar ég var að búa til myndir fyrir Kass. Það er mjög eðlilegt að fara bara á netu og googla það. Nei, þetta var bara á einhverju síðu. Já. Ég var ekkert að googla þetta. Þá dætt mér í hug. Myndu þið vera Siamstvíburi Rikka G í 3 mánuði fyrir 10 milljónir? Veitu, hvar væru við samvaxnir? Af því að það skiptir öllu. Ok, frá mjöðum. Frá mjöðum? Já, sem sagt, þeir eru með lappinir hans Rikka. Rikki er búkurinn. Sikkur hann til hann? Sama til hann? Nei, hvað skiptir það málið? Nei, já, það alltaf að fara eitthvað svona? Nei, ég er bara að spá í að hann er væntanlega með vinstri hendin og ég, þú veist, þannig að er hann að Hann er búkurinn. Hrista tippið á mér eftir að ég pissa eða eitthvað, skilur. Ég vil vita hvar hann er að snerta mig. Já, sko, hvar hann er að snerta þig? Já, ég meina, já, við erum að deila fullt af dóti. Já, ok, ég sá fyrir mér að búkurinn hans Rikka er aðalbúkurinn. Nú stend ég þetta. Ok, þannig að við erum með 4 hendur náttúrulega. Nei, þú kemur svo hér frá mjöðum, kemur þú. Þannig að þetta fermingabróðurinn er breytt, það er bara hans Rikka, skilur við. Þú kemur bara inn á hann. Já, þannig að við erum ekki, maður er ekki eins og með tippi í þessu. Nei. Það er bara Það er náttúrulega rosalega skellur fyrir þig. Já, þannig að maður er bara hristandi tippi á Rikka, hann er búin að pissa. Þarftu að hrista eitthvað tippi? Ekki getur hann hrista? Jú, bara með vinstri. Já, hann er náttúrulega með eina höndana. Já, ok. En þetta eru 3 mánuðir. 3 mánuðir? 10 milljónir. Já. Sko, ég á engan vin sem rekur meira við og rópar meira en Rikki G. Já, það máli. Ég hef ekkert orðið mikið að fara við það. Hefur ekki að greiðinu. Hefur farið með hann hádegismat? Já, hann reyndar ok. Ég er ekki tekið eftir að segja eitthvað rópand og reikandi við. En Rikki, hann er ekki með borðvenjur. Nei, ég vil sé borðsíðina. Já. Getur ég með 3 mánuði af því? Hann smjattar rosalega svona, sko. Já, er það smjatt? Mér finnst miklu verið að hann er reikandi við að finna þetta fyrir, sko. Smjatt í 10. veldi, sko. Þú hefur ekki séð svona smjatt á þér, sko. Svo sleikir hann puttana. Sleikir hann puttana og... En, ég þarf svar. Þetta er líka sko fyrir náttúrulega frá fjölskyldu og svona í 3 mánuði. En þetta er eiginlega bara skiptast á og svo heima honum og heima ykkur eitthvað. En hvað væru þú alltaf bara með honum og konunni hans?
Nei, Það var skemmtilegt, sko. Ég að segja, þið þurfa að skipta þessu. Stundum heima í honum og stundum heima ykkur, eða ekki? Var það ekki fair? Jú. Kannski klokkan 1, þú vilt fara að leggja þig, hann vill fara fram og horfa á gólstöðuna. Þetta svona atriði sem mann ekki að standa í, sko. Sko, Rikki, hann topp náungi. Það væri nú hægt að vera fastur við að vera menn, sko. Sammála því. En sko, það sem ég aðalega að hugsa bara allt þetta svona þegar, nú veit maður alveg að Rikki, hann hefur nú alveg gaman að hafa svona prívat tíma fyrir sig. Já, en byrju eftir að segja mér að þú getur ekki haldið í þér með þetta í 3 mánuði, eða? Þú gengur allt út á þetta hér. Nú get ég ekki svara fyrir hann. Ég efast það. Þannig að sko, hvað verður hann á meðan? Er maður með headphone og setur maður á sig svefngrímu eða þetta skellur, sko? Þú veist, maður på tómu ruggi. Ég þarf svar, drengir. Þetta hræðilegu 10 mánuðir. Nei, 3 mánuðir. Og þetta 10 kúlur. Hvað svo, 10? Já. Ég myndi ekki alltaf gera. Ég myndi ekki eins og þurfa að headphone og grímu. En þú veist að það Rikki G. hægir sér, og Ásgeir Kolbeinn sagði það með söguna sinna, Rikki G. hægir sér eins og og hann aldrei á ævinni fundið svona líkt. Aldrei. En það gera allir. Það eina skipt sem að hægir sér að ferðu með. Já, ég meina, hann myndi vantarlega, ég myndi bara setja hann á mitt matafæði. Ég er bara venjulega hægir. Það hjálpar engum að setja hann á þitt matafæði. Nei, það er allavega að henda mér á. Ég ætla að segja nei. Þú segir nei? Það segja nei við 10 milljónum. Steindi segir já. Að þú þarft að finna einhverja kúkafíl einu svona dag. Hann kúkar 3-4 sinum á dag. Reiknaði bara hversu oft. Það er rosalega ristu mikið Rikka. Er ekki að kúka 4 sinum á dag? Hættu nú þessu kúkaspelli við. Þetta er eins og menntaskólaútvarp. Þá er hann samt bara lasin í maganum, strákur. Er ekki? Síðasta spurningin í myndunni fyrir Kass, og það er að því að þeir hjá Kass er að gefa 1 milljón. Þá ætla ég að spyrja ykkur, myndu þið tala bara ensku í 60 daga fyrir milljón, beint í vasan? Já. Það er málega. 60 dagar samt, sko. Þetta eru 2 mánuðir. Yes, my friend. Yes, amigo. I would speak English for many days. Weird, það er fáránlegt, sko. Og þetta hitta fólk bara og tala. En ég minna, þú myndir ekki útskýra þetta fyrir fólki. Máttu það ekki? Nei, máttu ekki útskýra. Þú bara talar ensku í 2 mánuði. Ég myndi bara halda mér heima. Ég myndi bara segja að ég væri komið með... Myndir halda þér heima í 2 mánuði fyrir 1 milljón? Ég myndi bara... Þú pantaði pítsu og þetta pantaði ensku. Þetta er alveg glata, sko. Það er glata að tala ensku í 2 mánuði og þú mátt ekki tala það af hverju, sko. Og svo líka bara að þetta hitt einhverju, hey guys, how you doing? Bara hvað er þetta rugglaður? Ég fæ bara svit á bakinu og tala þetta. Þetta er erfitt. Já. Ég segi nei við þessu, en ég get ekki staðið þessu. Þú segir nei, Steindi? Já, ég myndi henda já. Ég væri bara, þú veist, enda eru, það myndur við myndum fá nýja hlustenda að hópa inn í þáttinn, við getum hástað þannig. Túristendur geta hlustað. Túristendur geta hlustað. En þið, kæru hlustendur, þið þurfið ekki að tala ensku í, mánuð til þess að, 2 mánuði til þess að vinna milljón. Þið þurfið bara að adda appinu Kass, sem er virkilega öflugt app, og þið getur unni milljón með að nota. Þetta var Myndur fyrir Cash. 957 og það er hann Pétur Jóhann sem er komin hérna í stúdíóið, og þetta er tekið upp föstudaginn 28. október. Já. Og það er ekki ástæðalausu að við séum viku fyrr hér, það er að því að það eru kosningar. It's your birthday. Já, náttúrulega, það eru kosningar, einmitt. Og við ætlum að nýta Gunnþór, hann ætlar að ringja í Sjálfstæðisflokkinn, í Framsóknarflokkinn, við sjá hvað við náum. Við veitum ekkert hvað sumir vita hver hann er og allt það. Og ég held að flestir okkar hlustendur þekki orðið Gunnþór, hann er brjálaður yfir ástandur í landinu. Þú getur rétt, ég mynd það. Já, þannig að ég var að byrja á Sjálfstæðisflokknum. Þetta sem að sögja ekki á sínar ég. Hvað segir þú? Já, hann sjálfsögðu byrjuði á Sjálfstæðisflokknum. Hann myndi ekki kjósa þá. Æl ég ekki, nei. Ég veit ekki alveg hvað hann kýs. Svo ætla hann ekki að í Valhöll. Já. Kostningarskrifstofa. Já, halló, góðan daginn. Góðan daginn. Já, nú er bara kostningar á morgun. Já. Og hvað? Ertu ekki klár í slaginn? Já, ég veit ekki, eru þið klárir? Við erum alveg klárir til að taka við og halda áfram að stjórna landinu til góðra verk. Já, það er stefnan hjá Sjálfstæðisflokknum að reyna að halda áfram. Já. Viltu nú bara láta ykkur aðeins heyra það, vegna þess að ég er óanaðið með ykkur. Var það, já? Já. Hvað er nú? Já, ég er bara óanaðið með að þið ætlaði að halda þessu partíi áfram, vegna þess að partíi er byrjað aftur. Það er allt komið í hvínandi botn alls staðar. Já, hann er varkáran samt hann Bjarni. Já, hann breytir engum máli hvað hann heitir. Hann má þakka fyrir að flest geta keypt sér eitthvað að borða, á meðan að allar lagsviði árur stútt fullar af einhverjum verðbréfapjössum, frussandi með sér freyði vinnu og sleikjandi hvern annan. Og sleikur og putt fyrir afganginn. Já.
boðið engar breytingar. Það er ekki gott mál. Og lækkun skatt og aukning kaupmáttar og... Þetta snýst allt að halda bara einhver partí og vera fullir. Fá sér aðeins í glas. Það eru píratarnir sem eru í partíunum. Já, þið séðan það nú eitt. Benda bara á hvern annan. Þessi er svona og þessi er hinsinn. Eru menn kannski byrjaðir að skvetta í sig? Partíið kannski bara byrjað? Nei. Og kostningarnar ekki einu sinni yfirstaðnar? Nei, við erum allir slagir hérna. Og klukkan ekki orðin hádegi og menn byrjaðir að skvetta í sig. Hvað? Frussandi yfir hvern annan og steikur á putt fyrir afgangin. Já, þér mikið niður fyrir. Já, mér niður fyrir, já. Já. Vegna þess að mér finnst bara ámanni brotið, bara hérna almenni borgar í landinu er að reyna að reyna að skila sínu og meðan að þeir sem eiga mest fá alltaf meira og geta svo bara keypt sér steik og putt fyrir afgangin eða hvað það er. Já. Allir með öllum segi ég. Vegna þess að þegar fólk er búið að fá sér glas, þá slæfist ógrindin. Þá er allir bara með öllum steikjandi hvern annan. Aja. Ég vil bara menn svona hætti bara þessu partistandi og ég móka undir raskati á hver öðrum. Aja. Er Bjarni Ben þetta kannski fyrir aftan þig? Nei, hann er það ekki. Nei, hann náttúrulega lætur ekki sjá sig þetta. Hefur hann einhvern tíma komið að inn? Á kosningarskrifstofuna, já. Nú hann hefur tíma til þess ætlans, ég ekki endalusum partíum, sleikjandi einhverja vini sína og frussandi við sig og vini sína freyði vini og borðandi súkkulaði húðu jarðabær. Hefðu verið ekki gullhúðuð? Gullhúðu jarðabær? Já, gullhúðu jarðabær. Og steik og putt fyrir afgangin. Já, gangi ykkur vel á morgun. Takk fyrir það, sömulegis, takk fyrir að hringja. Sömulegis, Björn. Þetta var ræðislega. Bjóddu bragðleikunum í veislu og pantaðu hotlan og ljúffengan veislubakka í partíið. Serrano, Fresh, Happy, Max. Opnum klukkan 6 í fyrramálið. Fyrstu 100 fá kassa af Krispy Kreme kleinuringjum í hverri viku í heilt ár. Næstu 100 fá kassa í hverjum mánuði í heilt ár og óvæntur glaðningur fyrir 300 fyrstu. Krispy Kreme. Enski barinn kynnir. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Það er 20 stöðum. Droppa við á Joe og fá sér juice og samloku. Og svo jáfnvel gott kaffe á eftir. Það er reyndar þrennt. En hei, hver að telja? Sjáumst á Joe and the Juice. Opnum klukkan 6 í fyrramálið. Fyrstu 100 fá kassa af Krispy Kreme kleinuringjum í hverri viku í heilt ár. Næstu 100 fá kassa í hverjum mánuði í heilt ár og óvæntur glaðningur fyrir 300 fyrstu. Krispy Kreme. Burt með magan, CLA og Green Tea fyrir erfiðu magaflýtuna sem fer síðust af. Vaxtarvörur.is. 5 í fötu, það er ekkert. Við erum með 6. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Þetta er Justin Bieber og Major Lazer með lagið Cold Water hér í FM 95 blöð. Og það er náttúrulega hellingur að vera, það er Airwaves og ég veit ekki hvað og fyrir ykkur sem ég leiði fram hjá Solon. Þá er góð vinkun okkar Þórún Antoni að spila þar á off-venue. Rosalega mikið svona off-venue. Já, það er út um allt sko. Listamenn eru og tónlistamenn eru að spila kannski á okkur einu stað og svona 10 stöðum off-venue. Það er bara líf í bænum á öllu stöðum. Já, svo náttúrulega er jólabjórinn jólasnjórinn að detti í kvöld. Sverrir Bergmann sem er nú á leiðinni með nýtt föstudagslag. Hann ætlar að taka hér rúll upp með Aroni Kahn. Hann er á dönsku. Gerir allt vitlaust þar. Jólabjórinn er náttúrulega detta í Keiluhöllinni líka. Þannig að þar verður allt stappað. Jólabjór er fín. Já, Túborg jólabjórinn. Hann er hérna inn í stúdíunni hjá okkur. Hann er mjög góður. En það er hins vegar komin tími á þig, eiginlega ekki. Já, það er ég er bara með spurningakeppni og það kemur trailer vantilega ekki. Já, ég glemdi honum. Er hann ekki kort eða eitthvað? Já, við spilum hann aldrei allan. Hann spila alltaf 1/10, þannig er rassandlit. En það er hægt að hafa hann undir. Ask you a question. Allan tíman. And I'm gonna need an answer. Ekki komið bara. Ég laði því líka með þetta og hann spila aldrei neitt. Við skiljum bara ekki akkur að það er skúter og þyrlur og þú tala ennsku. Heilt endar eins og. Nei, ég veit ekki hvað þetta er. Það er bara flippið ekki að klára. Við þurfum með answer right now. Ég skal hafa hann svona undir, það er kósi. Ekki fara í fílu og ammæli. Nei, bara
Herru, við erum að fara, ég ætla að standa upp. Ég gera það alltaf þegar við fyrir mig spurningkemna. Vill maður vinna þessa kefni? Já, ég held það. Hvað er þetta? King of Work. King of Work? Já. Hvor er duglegri? Á hlýt ég að vinna þetta. Já, það er svolítið annað, því að nú veit sjóðin að tókuðu ykkur að tilefnislausu 6 minna frí. Já. Og mér langaði bara að henda hérna í King of Work. Ok. Bara svona, ég er líka forröndin. Já. Og maður vill alveg vinna það, maður vill alveg vera King of Work. Já. Hérna, hefur þú hristi í vinnunni? Er það fyrsta spurningin? Hvað er þetta eitthvað mangi? Er það fyrsta spurning? Hæ. Ég er ferskur. Herru, veistu það? Þetta er bara aðsnæðasta sem ég heilt sem fyrstu spurningu. Sko, málið er það. Ég er mjög einlægur og trúr við mína hlustendur. Mjög. I plead the fifth þarna. Ég hef... Ég ætla að plead the fifth. Býða þess. Ég hef ekki gert það. En ég hef líka unnið mjög stutt hérna. Auðun Blöndal er búin að vera hérna í 15 ár. Þannig að nú er bara komin tími á það 15 ár sko. Nei, það er enginn að fá punta það næstu. Það var með þegar það var úlingur. Ég minn eins og þegar ég var að vinna að dekka við staði þegar ég var úlingur. Það er nú nekt á svona staður sem að menn fari í þetta. Já, fari í þetta. Ég gef alveg punkt fyrir það sko. Og hendur hérna á dekkaðstöðinu. Já, það er bara, þetta er yfir ævina. Já, það er punktur, það er böllandi punktur sko. Varstu bara í skítuðu vinnugalla og sagði strákar, ég laði þess að fara að hægja mér? Við höfum bara í næstu spurningu. Fjölskyldur áttur að hætta líka að horfa í augunum og talaði mig þetta. Nei, þetta er í fyrsta sinn í spurningakeppni Gilsarans sem ég ætla að plead the fifth, ég neita að svara. Já, ég hef verið eitthvað 15 ára, ekki 16 ára. Það er punktur á þetta. Það hendur bara að punkta mig. Já, það er 1-0. Pocket, punkta mig líka. Punktur að blöða. Mér verður þetta setna bara. Það er ekki að fara nánar út í þetta. Nei, við getum ekki að leigja á þessu. Hefur hringt inn veikan? Já, allt og oft. En aldrei, ekki sinni byrjaði í þessari vinnu. Nei. Ég geti mér ekki punkt fyrir það. Nei, hefði þið fengið punkt? Ég hef... Ekki verður ykkur fyrir að hrinda ykkur veika. Já, en sko, málið það, eftir að maður, síðustu bara 6, 7, 8, 10 ára eða eitthvað, þá er ekkert sem er að þú vaknar veikur. Ég hef aldrei mælt mig, hei, er ég með hita, ég finn bara nú í slappur, þá fer ég bara í vinnuna. Ég er ekki heim undir sæng, ég er bara fullorðinn maður. Ég þarf bara að fara út og vinna. En auðvitað hef maður hringt svo oft inn veikan þegar maður var yngri. Að ringja sem veikan þegar ég var að vinna í vurt og þá var ég stundum byrjað að hugsa hvort ég var búið með báða veikindadegan minn í mánuðinu. Ég sótt einu svona vinnu í hvað var það? Ég var í Holtagörum og Rúmfattalarðum held ég, þegar ég var yngri og Svo aldrei unnið svona lagarvinnu sig. Jú, ég er náttúrulega verið málari og verið að vinna, ég verið að vinna á dekkjast, ég verið að vinna út allt. Ekkert að þessi lagar samt sko? Nei, ekkert lagar, ég var fyrir utan. Pappi keyrði mig í vinnuna, fyrsti vinnudagurinn, 5 minútum yfir 8, byrjaði síminn að hringja. Þegar ég neitaði að fara út í bílnum. Þá sagði ég, herru, ég er veikur. Og mætti aldrei aftur. Það er gamli skóli. Herru, næsta. Tekur alltaf eins langt sumafrí og vinnan getur mögulega boðið upp á. Ekki lengur, nei. Ertu að tala um bara yfir ævina eða ertu að tala um í dag? Já, bara svona, þetta er bara eins og í dag. Ég hef ekki fengið sumafrí bara í mörg ár. Ég var að reka sjálf á mig. Það er engi punktur það? Punktur fyrir það? Ég voru bara á punkt, sko. Það er 2-2. Þetta er mjög spennandi. Þetta er spennandi. Finnst þér í lagi að taka 6 vikna sumafrí þegar vinnuveitandi og þjóðin treystir á þig? Hvað ertu að tala um þegar við fórum í tökur núna daginn og fengum frí hér, eða? Við vorum ekki frí, við vorum að búa til annað grín fyrir þjóðina. Þetta er náttúrulega bara punktur. Já. Stig á báða. Við vissir það. Erum við vissir? Við tókum þetta 6 vikna frí, sko. Þetta var ekki frí, við vorum að taka upp aðra seríu. Þetta er ekki frí? Já, þetta er bara allt annað frí. Þið voruð í frí í 6 vikur. Já, það er ekki þáttur í 6 vikur. Það er rétt, við fengum frí frá þetta. Ég hef verið lagamaður sem ég var einu sinni. Ég hef ekki getað hlusta á þetta í 6 vikur. Ég hef fengið brjálæðskast, sko. Já. Þú myndir fyrirgefa okkur það í janúar, ég lofa. Heldur þú að Rikki G sé bara eitthvað súkkulaðból en ekki álfur yfirmaður? Nei, Rikki topp yfirmaður. Já, flottur. Komið svona fram með hann svolítið það eitthvað? Nei, hvað með þetta? Er það ekki þið? Það er Egill. Nei, þið tóku ykkur bara frí. Ég hef alltaf Rikki fekk ekki svona í símtal, þið bara mættu ekki. Gengur þessi spurningakeppni út á það, þú ert ennþá pirraður að við fórum í 6 vikna frí, eða? Já, ég bara... Nei, ég líti ekki á hann sem eitthvað kleinurhing. Það 3-3. En ég ætlar ekki að spyrja hvort þú hefur farið í þeng, eða? Það vantar inn í þetta. Hefur þú farið í þeng? Í vinnunni? Var það næsta? Mér langaði að spyrja hvort þú farið í þeng í vinnunni einhvern tímann.
Í vinnunni? Nei, góður. Bara heima einhver ruglið þar. Já, einu sinni ruglið þar. Manstu ekki þess að bara einu sinni frá... Við erum búin að skeggræða þetta. Nei, ég ætla ekki að segja Hvað varstu að segja og spyrja nú út í? Nei, ég bjóst bara við að væri spurninga. Kom með 8. spurninga. Getur rifjað þetta upp mjög snöggt. Nei, ég man ekki eftir. Nei, já, ég bara einhvern tíma hendi mér í þeng og bara dansaði og var að hríblast og fór úr honum aftur. Ég hef aldrei verið að tjöflast í honum. Hefur þið þefað að þveng? Alltaf með Öddi fór í þeng til að vera í honum bara og veist á vitleysuna. Hefur þið þefað að þveng? Þefað af þeng? Nei, það held ég nú ekki. Erst þú í því eða? Nei, næsta, ég var að spyrja það. Þú að taka við þessari keppni? Svona ekta þú? Já, það er ekta ég, það er þefað einhverju þveng. Kjartaði er þetta. Næsta spurning. Hefur þið þefað þveng? Sýnir í yfirmöðuninum þá óvirðingu að gera niður þig og skýta á miðjum vinnutíma? Nei. Aldrei fara á klóstið í vinnu? Jú, býtu, er það óvirðing á vinnuveitendum mína? Já, þú veist, hefur bara... Að þú verður að fara á klóstið í vinnunni? Ég skil ekki. Já, hefur sýnir í yfirmöðuninum þá óvirðingu að hvað vil ég frekar að vera hérna ánganda bara skýtilegt eða? Þú veit að fyrir að klósetti, þetta er að fara klósetti. Við hefum kúkað á vinnutíma. Já, auðvitað. Ég reyna að halda í mér. Í staðan fyrir að vinna, þá er klósetti bara sitjandi kúkandi. Auðvitað. Það er bara sem fólk verður. Ég er ekkert svo ákveður að horfa á mig eins og ég sé svo eini sem það gert það. Það gerur öll þjóðið það. Ég tengi nú ekki mikið við þetta. Ertu þá að taka Twitter og langar pásur eða? Veitu, hvað varst þú að gera í steypustöðinni? Varst ekki alltaf á klósetti? Fegst ekki í magan, nú er að spyrja. Fegst ekki í magan og varst á dollinu upp á Skaga og fórst heim? Nei, ég fór ekki heim. Víst fórstu heim veikur? Þegar ég var búinn í tökum. Nei, þú bara baðst að fá að fara því að þú var lekandi eins og Sölvi Tryggva sagði, orður rétt. Þú sagði ég er lekandi eins og Sölvi Tryggva, ég verð að fara heim. Ekki ljúga. Nei, ég er ekki ljúga. Og þú fórst heim. Ég fór, já. Þú varst búin að vera skýta allan dag. Svo varst að segja núna, ég er aldrei kúkandi í vinnunni. Ég hef aldrei farið heim með lekanda, sko. Ég lag. Þannig varstu tekin. Nei, veitu, þetta er akkurat. Þetta er að staðfesta það sem ég var að segja hann. Ég vaknaði. Fórstu heim skýt? Nei, veitu, ég vaknaði lasin. Hann þorði ekki að taka sensinn. Hann með 2 brækur í töskunni sinni og að sína mér að sveppa stedi. Ég þorði bara ekki að taka neina sensa. Ég er með 2 nærbrækur. En svo fór Sveppi að leika líka. Já, hann kláraði þess að vinnuna. Já, ég sko, býttu, nú verð ég að fá að koma inn í þetta, sko. Leka líka? Sko, ég vaknaði með leka. Hann fengur teil í magan og setti. Það var magapest, það var ælupest að ganga og ég vaknaði og það voru 4 krónur búin að fá þetta og ég vaknaði heima með mér og ég var farin að leka. Ég fann það. En nú heyrðu samt hvað þú ert búin að tala í hringjum. Þú ert aldrei að fara kúkin inn, þú ert aldrei að fara heim veikur. Þú varst farin að leka. Já, hlusta, ég er fárveikur heima, Sveppi kom að sækja mig og ég sagði við hann, hlusta, ég er það lasinn að ég veit ekki hvernig ég á að fara í gegnum daginn. En reif mig út, kyrði upp á Skaga, kláraði alla tökurnar mínar og fór svo þegar hinir átt að klára 2 litla sketsum viðbót. Hann átt að vera fleiri sketsum og þú skeist ekki í því samt eða nokkuð? Nei, ég átti ekki að vera fleirum. Ég átti ekki að vera í játningunum. Það var Ágústa og Sveppi. Lagstu, það lag í... Nei, ég lag ekki að... Þú veist, ég lag sko eins og svipað eins og ég hef komið inn á Sölvíkjær á sín tíma. Var án að segja hann aldrei fara á klósetti í vinnunni? Já, næsta! Ég lag upp á Skaga. Þetta er sko, þetta er síðan spurningin, hún er mjög einföld. Hefur þið farið á bak í vinnunni? Farið á bak? Nei. Þetta er sko, þegar þú ert bara búin að pöntsað inn. Eins og ég og vinn, sem var eins og öryggisvörður, hann pöntsaði sig inn, síðan gæti að fara bara hvert sem hann vildi og fara á bak og... Þessi betur fyrir hann ekki vinnu minn. Til hamingju með hann, vinnin, hvernig fór þessi vitleysa hér? Hvað er hann í dag, í fangelsi? Hvernig fór þetta? Þetta er aldrei farið á bak í vinnu. Ég vissum að Steindi var að fara á... Hann reynda að kynntist konunni sinni í vinnunni. Kynntust þið ekki í sundleginni í Mosó? Við vorum að vinna saman, við kynntust í hérna lágafislega Og hvað, fóruð þið eitthvað niður í klefa eða eitthvað? Nei, það er ekki tannig. Grettu pattan Steindi? Kynntust henni í sundlug? Já, en ég sko, en ég reyndar hætti að vinna bara mánuð síðar, sko. Ég sverða, ég hef aldrei gert það, ég myndi viðurkenna, ég hef aldrei gert það. En hvernig, ég skil ekki eins og hvernig þetta er að gera? Þú ert samt sko, oft verið þannig vinnu, þú tekit endilega stimplaðar inn. Hvað meinar? Samt á launum. Ef einhver hérna hefur farið á baki vinnunni, þá finnst mér að líklegast að sé blöð, sko. Og blöð, það er helviti ólíklegt að þú var Hann er ekki búin að vera með steinberglukku í 15 ár. Aldrei gert það. Það er mikið að herbyggjum hérna. Já, einmitt, það er bara ok, klukkan er 2:30, best að keyra heim og hvað... Nei, þetta verður að vera í vinnunni. En það lagurðum í vörð í ykkur rugli. Já, með öllu strákunum sem var að vinna þar. Það er eitthvað ruglað. Hvernig fór þessi vitleysa? En maður kannski var eitthvað sætu drengur þar. Ég bara sný ekki þangað. Hvernig fór þetta? Það finnst að fór enginn á bak, það var 4-4. Því mér er þetta flott. 4-4? Það er flott. 4-4. Endan erum við vinnutjarkar. En það heyrðist líka núna, þú lígur í þessum spurningum. Alls ekki. Jarði dörur okkar listaspýrur. Kæri vinir, þetta skilja sringur.
Il Maestro. 120 grömm af glóðar grilluðu hágæða ungnautakjöti sem penslað með trufluhunangi, með hvítlaugsgrilluðum sveppum, japönsku truflumajói, stökkri serrano skinku og karamelliseruðum rauðlauk. Borin fram í dúnmjúku brioche brauði eður núðabrauði ásamt frönskum og já, svo stráum við hvítrufludufti yfir frönskurnar. Þetta Kristinn R. Ólafsson sem talar frá hamborgarafabrikunni. Dælan kynnir nýtt stöðvarheiti. Dælan Mjóddinni. Í sparnaðarskinni þetta sama stöðin var áður kölluð Staldrið. Þú ert alltaf að glæða. Og nú líka í Mjóddinni. Dælan, eini staðurinn með megahraðbórstilrýmingarsérverð á eldsneyti. Opnum klukkan 6 í fyrramálið. Fyrstu 100 fá kassa af Krispy Kreme kleinuringjum í hverri viku í heilt ár. Næstu 100 fá kassa í hverjum mánuði í heilt ár og óvæntur glaðningur fyrir 300 fyrstu. Krispy Kreme. Snjórinn fellur í kvöld, klukkan 20:59. Túborg, léttöl. Kæru Íslendingar, við Íslendingar forðumst að feta tróðnar slóðir, ríðum á vaðið. Þannig varð Vigdís fyrsti kvenkynsforsetinn og Jóhanna fyrsti samkynhneigði forsætisráðherrann og hamborgararnir okkar eru ferkantaðir. Svona rúllum við, eður höfum tögn og haldir. Þetta Kristinn R. Ólafsson sem talar frá hamborgarafabrikunni. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Hæg elduð barbecue svínarif og súkkulaði shake. Roadhouse. 365 kynnir. Stöð 2 Marathon Now. Nýja streymisveitu fyrir þá sem vilja ráða sinni eigin dagskrá. Með Stöð 2 Marathon Now getur þú hort á heilu þáttaraðirnar þegar þú vilt, þar sem þú vilt. Sæktu appið í síman þinn, spjaldtölvuna, Apple TV eða horfðu á vefnum. Tryggðu þér áskrift núna og byrjaðu að horfa strax fyrir aðeins 2.990 krónur á mánuði. Kynntu þér málið á 2now.is. Stöð 2 Marathon Now. Heill heimur af skemmtun við höndina. FM 95 blöð, alla föstudaga. Það held ég FM 95 blöð með ykkur hér á þessum yndislega föstudegi, það 4. nóvember, 5 ára afmæli þáttarins eins og áður hefur komið fram og já, Simmi Will. Það veisla í stúdíónu. Já, hann var að koma hérna með pizzur og shake frá Shakin' Pizza. King Simmi Will. Takk fyrir okkur, Simmi. Ég ætla ekki að tröfla ykkur, en hvernig varst þið Turkish Pepper Shaken? Þetta bara með betra sem ég smaka. Já, Simmi þekkir okkur, ég sko... Ég var með ykkur daginn í Vestlandistakkomin. Ef við ammali, þá fáum við... Þá leifum við okkur svona. Þá leifum við okkur, sko. Já, en það er ekki... 5 ári dag félagarnir. Það er ekki bara Simmi sem mættir í stúdíu því að hér situr hann líka, hann Sverrir Bergmann. Vertu velkominn. Hæ. Svestu með átt, hvað segirðu? Ég er heilsugur. Já, gaman að sjá þig Simmi minn. Svo að sé sagt, sko, ég kipti mér svona 80 sinnum hérna á klósettinu. Það var bylginni hérna og mónóðum á þetta, þannig að ekkert að því að kipi sér. Af hverju er ekki Simmi í spurningakefni? Hann er hreinskilinn. Hann er kipt í sig 18 sinnum í vinnunni og við þorðum alla öll út úr okkur einu sinni einhvern tíma þegar vorum við inn að dekka við staði. Maður er alltaf að passa sig eitthvað hérna. En reynda viðurkenndu það svo báðir. Já. Takk fyrir þetta honesty. Sér sem að nokkuð tækifæri, vist ég er hérna og kíkti ára ferð. Takk fyrir okkur sagðunir. En Sverrir, Svestu Hvað ætlar að segja? Hvernig hefur það? Gamli verst að fara að segja? Ekki, nei, gamli pervertir mættur. Ég er bara, að því ég var að hlusta á hann og það vaknaði spurningi á mér þegar Steindi þegar hann lag þá tók hann með sér 2 brækur 2 vara 2 nærbuxur Hvaða landsmaður, hvaða einstaklingur á Íslandi myndi mæti vinnuna það veikur að það að taka með sér 2 nærbuxur af því að ég var þar hættur að kúkja við 2 svar meðan ég var í vinnunni. Það eru skiptubrók og samt verið áfram í vinnunni með aðra vara. Það er ég. Það er grjótart. En það er ekki allir sem vita það. Sverrir Bergmann, hann var í fyrsta þætti FM 95 blöð fyrir 5 ára síðan. Við byrjuðum með föstudagslag þá. Manstu hvað var fyrsta föstudagslagið? Nei. Ég manna hann ekki heldur. Nei, ég manna ekki. Það stutt síðan. Jú, var það ekki Rain Over Me? Jú, það var Rain Over Me. Ég man þetta eins og það gerst í gær. Vorum að dansin á B5, allir upp á borð. Ég stjórnaði fjöldadansi. Já, rosalegt. 5 ár síðan og við ætlum ekki að fara út að borða það neitt í kvöld. Þeir eru svona gamlir það. Þetta er bara rugl. Sko, hérna, þessi, þú fékkst hrikalega krefindi verkefni í dag. Þú ætlar að taka, það er Aron Kahn.
Já, það er rétt, það er Aron Kahn Rúlup Og það er eitthvað feedback hérna með að lækka í headphone-unum Þetta er, já, Rúlup með Aron Kahn Eigum ekki bara að, þið eru tilbúinu hérna Viljum ekki bara hendi í lagi og svo hendum við í tilkynningu og ræðum að séu sessa Það er risa stór tilkynning Handað á hotni Já, hér strax þegar þetta lag hleyptu haldrökunar að Steindi, farið það eins Þetta er fyrsta föstudagslagið í hvaða langa tíma? Það er verulega langa tíma Já, bara það eru einhverju mánuður heldur Ef ekki ár Skulum heyra hvernig Sverrir Bergmann fer með, lagið Rúll upp. Tjekkum á þessu. Fyrsta föstudagslagið í langan tíma og, it was worth the wait, eins og ég segja. Þetta var svo rétt lag fyrir þig Þetta var svo rétt lag fyrir þig Þetta fannst mér trillt Þetta var ægir Mjög vel gert, Harnað Takk strákar Þetta lag verður spilað aftur í lok þáttar Mjög fýtt söngvari Það er bara þannig Og sveinu þá að þetta lag verður ekki bara hittar hérna á stöðunni Það getur nefnilega vel verið Upprunalega lagi er náttúrulega breytt að mínum uppáls í mörg ár með Aroni Kahn Akkurat, ég held að þetta geti fara vakið aftur upp og ég held að þetta geti orðið algjörhittari Já, ekki spurning En það er komið tími á tilkynningu og hún er núna Herru, getum við ekki sett eitthvað undir og eitthvað svona Vertu ekki með eitthvað? Törminendur 2 tími eða eitthvað? Nei, ég er ekki með neitt sko Ekki með eitthvað sett undir? Sett eitthvað undir, hvað? Ég veit ekki Klapp eða eitthvað? Trailer eða Já, við erum ekki með trailer Nei, það er engin trailer En það er tilkynningin Já, við setjum þetta náttúrulega líka á snappið og svona Nú er ég komin með fyrir ekki magan Nú er ég bara stressaður Og ég verður nú ekki oft stressaður Bara þú mátt sjá um þessa tilkynningu Steindi. Á ég? Strákar, þetta er allt og mikið Það ætlaði að láta mig sjá um tilkynninguna Já, ég treysti þið fullkomið Ok Þú er líka svo peppaður og Ég er mjög peppaður, ok Hvað erum við að fara að gera? Undarfarin, ég ætla að fara að segja undarfarin einhverja mánuði Undarfarin ár Já, þetta byrjaði, við vorum byrjaði í lok 2015 Já, þá höfum við félagarnir verið að dutta í hliðarverkefni sem var stórt verkefni og við erum búin að vera döflast í þessu helvíti lengi Margir langir fundir Langir fundir, mikið brainstorm og bara búið að vera æðislegt og góðu tímar En við ég þóra alltaf að segja þetta stráðar Það er ekki að fara að ofgera þetta sko. Við erum ekki að tapa okkur hérna sko. Nei, ég er að djóka En við erum að fara að gefa út spil jólin Og það er spilið Skellur Það er spilið Skellur og það er Besta nafn sem ég heyrti á spil Já, spilið Skellur, þetta kom ekkert annað nafn til greina og það er að koma til landsins núna í nóvember og verður fáanlegt út all land núna miðan nóvember og við erum komin með nokkur spilið, við ætlum að gefa nokkur Já, við erum með eintak í stúdíónu til að geta syngt fólki, við erum að taka Snapchat núna Þau eru beint á Snappi, við erum líka með 100 spil til að gefa áður en að spilið kemur út og við munum gefa það inn á Facebook síðunni bara Skellur á Facebook og ég var að publisa síðunni Skellur og fólk þarf að læka til að fylgjast með hvað er að gera því þetta verður veisla og inn í þessu spili er basically bara allt sem manni finnst skemmtilegt að gera í spilum maður þarf að leika, maður þarf að vera með hljóð maður þarf að syngja, svo getur við dreigið skell og við þá þarf að setja inn á Instagramið þitt eða inn á Snapchatið og við þurfum að fara bara betri reglurnar atriðið er sem við félagarnir vorum á svo löngu fundum að fólk hlægi ég er ekki að segja með spila sjúklingun og þú blöð Nei, ég elska að spila Ég bæði spila fíkitt og spila sjúkur Ég vil hafa hell of a time, ég vil hlæja Og þetta eru margir liðir úr þættinum en þú þarft svo sem ekki ef þú segjum og sett nýkominn til landsins eða bjóst erlendis eða hefur ekki gaman á þættinum búið í helli í 5 ára eða eitthvað og hefur aldrei heyrt neitt af þessum liðum Við erum með, það eru sturlaða staðrendir, það eru hitaklifi, það eru augljósa staðrendir, það er allt þarna, hæfileiki, það er allt í spilinu sem er, hefur svona, sem er lauslega tengt þættinum og þetta er... En líka, við komum að fara eitt sem mikilvægt, að þó að liðið sé ekki búið hlusta okkur einst að þáttu okkur í radio og getur að spila þetta. Þó að við aldrei hlusta F95 blöð og getur léttilega að spila skell. Já. Liðirnir heita bara þetta. Það er alltaf svoleiðis, sko. Og hvar eru, við ætlum að gefa spil. Já, við ætlum að gefa spil inn á Facebookinu, endilega farið inn á Facebook og lækiði Skellur þar inni síðan er komin og við erum pottið að fara að dreifinni Þannig að það er einhver rætt úti sem fá að spila spilið áður að kemur í búðir Það er bara akkurat þannig Má ég lesa upp fyrir þig 3 skelli Þegar ég er með spilið fyrir fram að mig og mér finnst það svo æðislegt Já, komdu með Ertu til í það? Já Hérna er ég með nokkra með sem ég er að skoða þetta Já, hérna er til dæmis eitt Þú skellti þér í nætursund með Ingo Veðuguð
farðu 3 reyti aftur á bak. Það er skellur. Það er alveg skellur. Mér þetta reyndar að reytir áfram, ég hugsa meira þetta. Því líka höfðu veistla að vera með engu. Hérna eitt svolítið skemmtileg. Þú sama afmælisdag og Valtý Björn. 2 reytir áfram. Til hamingju. Þú átti þennan hérna. Svo eitt hérna líka, ég var að veiða hérna bara. Það er náttúrulega endalaust það sem spjöldum hérna. Þetta er sami þig, veitir. Þú ert sexzombie. Þú gengur í svefni og káar af fólki. Leitaði hjálpar, 2 reytir aftur. Ég glem aldrei þegar við vorum í Bandaríkjunum félagarnir og ég vaknaði við að hann greip í tippaði. Stóð allsber fyrir fram á rúmi. Það var í ameríska draunum og ég var að lappa í svefni. Það var eina sem ég var að gera. Ég er ekki sexzombie, höfum það á hreinu. Hann horfði með reiður allsber. En svona uppáls og svo ég tengi líka bara áður en við hættum að ræða þetta spil. Það sem að mér finnst skemmtilegt, nú erum við búin að spila þetta nokkru sinnum, að þú getur lent á skell þar sem að þú kastar tening, það er litateningu sem fylgir spilinu og liturinn sem kemur upp, sá náungi eða stúlka fara að ákveða hvað þú setur á My Story og ef þú setur það inn á til dæmis My Story þitt, þá fyrir það áfram með 3 reyti eða þú gerir ekki að fyrir aftur með. En ímyndar, ef þú ert að spila spilum með foreldrinum, þá náttúrulega, og þú myndir lendi því. Mamma en myndi ákveða allir status fyrir þig. Já, þá var það bara krútlegur. En ef þú var að spila þetta með mér og Agli og Svessa, þá var eitthvað horfiður. Þannig að spilið er mjög fjölbreytilegt. En hérna er einn í lokin að því að ég var að sjá þetta, því að Sverri Bergmann er ennþá í stúdíónu og það er eitt skellur hérna hann og ég er nú ekki eins og viss hvort að Svessi er búin að heyra á honum. Þú ert fastur föst í World of Warcraft heiminum með Sverri Bergmann og kúkar í tóma pizzakassa í stafn að rífa frá tölvunni. Farðu 2 reyti aftur á bak. Aftur á bak? Það er ekki töff að vera fastur í World of Warcraft heiminum. Nei, það er að redda sig. Sessi, þetta er ekki hægt sko. Herru, hunskist inn á Facebook og likeaðu síðan og getið unnið spil. Það kemur í nóvember. Það held ég þeir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Sveimi þá, þetta er ekki upp á slæðið mitt í dag. Starboy með The Weeknd. Þarkja mig létt að vera búin að segja frá spilinu. Því að við erum búin að vera, sko, það er búin að vera erfitt að missa þetta gjúta sér allan þáttinn. Það er bara að halda kjafti allt árið sem er ótrúlega því að við erum allir fyllibittur sko og það er fullur þá maður heimskur sko. Við erum búin að þegja í heilt ár og nú loksins fengu að segja frá þessu. Þetta er þægilegt. Og þetta er líka spil sem við erum ekki bara með andlit okkar af, við hönnuðum þetta og gerum þetta allt með strákunum sem að byggur til nefndu þrönd. Já, og líka má ekki gleyma meðhöfundum líka, sko málið er þetta því að menn frá Sauðárkróki hafa ekkert að gera, ekki neitt. Sverri Bergmann og Digital Kös og Blondell eru allir frá Sauðárkróki. Ef þú tegum á Sauðárkróki, eins sem getur gert er að spila og hvað getur gert það? En líka bara stundað íþróttir og bara það er allt þetta að gera á Sauðárkróki sem þú getur gert á nema þú getur ekki farið í Keila og Sauðárkróki. Basically til að gera bíó, já. Til að gera bíó á Sauðárkróki? Já. Hvað er verið að sína þar? Hvað drastlega? Hvað heldur að sé verið að frumsýna White Man Can't Jump á svona þetta? Það er bara venjuleg bíó. Það er bara venjulegum bíómyndum. Nei, með svona alfabetum, hvað heldur að segja í bíó? Ég held að þetta væri kannski bara að þekking sem þið félagarnir hafið að hefa heima Sauðárkróki alla ævi var ómetanleg þá að koma að gera spil félagarnir. En sko, málið er það að ég var til með Kópavogi sko. Þetta er líka fárlega metnaðvill spil. Það er hægt að kíkja núna á snappið okkar FN95 Blå á Snapchat og sjá lúkið á spilinu. Já, líka Facebook síðan, skellur. Og Facebook síðan, facebook.com/skellur. Þá sjáu þið lúkið á spilinu, getið unni spil. Það eru að gefa spil. Já, þetta er bara veistla. Það má ekki bara ganga út á spil. Við skuldum hér nokkru auglýsingar, svo ætlum við að Steindar hringja sinn veikan. Svo er íslenska slúður. Ekki löngu komið tíma á það. Íslensk slúður, augljósa staðreyndir og ég þarf að hringja minn veikan. Förum í það næsta því að mér, sko, það er að skemmtla sem ég gera að hringja símaður. Hringjum okkur veika strax eftir auglýsingar. Michelin-dekkin eru traust, endingargóð og frábær fyrir íslenskan vetrarakstur. Forðastu biðraðir og pantaðu tíma fyrir dekkjaskiptin á n1.is. N1. Hluti af vetrinum. Við erum 15 ára og blásum til veislu. Hvað að kíkja smá í búðir? Opið til klukkan 7 í kvöld. Smáralind. Lifðu smá. Opnum klukkan 6 í fyrramálið. Fyrstu 100 fá kassa af Krispy Kreme kleinuringjum í hverri viku í heilt ár. Næstu 100 fá kassa í hverjum mánuði í heilt ár og óvæntur glaðningur fyrir 300 fyrstu. Krispy Kreme. Nýtt Kvistnós kombo tilboð, bæjakjúklingur og bacon með Pepsi og KitKat á aðeins 799 krónur. Þú velur bát, vefju eða salat. Kvistnós, þú finnur okkur á Ólís. Biljardbarinn Faxafinni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafinni. Þetta er neyðarkall. Slysavarnafélagi Landsbjörg.
Takeaway. Sími 517 18 18. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð. Fyrir Matkon, þetta finnst mér viðbjóðslega leðilegt lag. En þeir að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957. Aha, og það er ekki verið ekki ánað með núna. Nei, veistu það eru ekki segja þetta sem viðbjóðslega leðilegt lag. Þú getur ekki bara að fara að lækka í lögum hægri vinstri. Nei, jú, við erum ammali. Já, ég samla þetta leðilegt lag með. En þetta er, og sko, ég fíla svona 80% lögunum minna. Mér finnst þetta bara ekki nógu gott. En það er komin tími á dagskrárlið sem er í miklu uppáldi af mér og við höfum ekki gert lengi. Nei. Og það er að hringja sinn veikan Steindi og þú fórst í það hér fyrir í dag. Ég hringdi, ég þóttist vinna í 10-11 í Lágmúla og hringdi upp á skrifstofunar og þær voru nú frekar pirraðar á mér en ég skemmti mig konunglega. Og fyrir ykkur sem hafi ekki heyrt þennan dagskrárlið áður þá gengur þetta út á að Steindi er að hringja sinn veikan í vinnu sem hann er náttúrulega ekkert að vinna í. Já. Og við skulum bara heyra hvernig þetta gekk allt saman. Já, góðan daginn. Grímur heiti ég og er að vinna upp í Lágmúla. Já. Og ég var bara að vakna núna. Ok. Ég er sárlasin en ég náði ekki að hringja í morgun og láta vita. Já, ok. Já, fyrirgefðu. Fyrirgefðu það. Bara á skrifstofunni. Já, fyrirgefðu samt. Nei. Ég er bara sárlasin, ég var vakandi alla nóttu og allt í rugli sko. En það ert ekki bara að heyri í Kristján? Já, það er mér búð. Já. Ég er bara, ég er með beinverki og ég er alltaf að drepa sko. Ég var að mæla mig núna og ég er með 39,5 sko. Já. Og klukkan er það bara 3. Þannig að ég, þú veist, veit ekki hvað það mun fara hátt upp í kvöld ef klukkan er bara náttúrulega 3 núna. Það er ekki að gefa samband við hana Kristjánu? Nei, sko, með það er satt alveg væntu og myndir ekki gera það. Ég hringdi ekki með ekki þinn veikar í morgun. Nei, það var auðvitað brjálu, ég sko, ég sverða, ég er mjög lasin, ég er ekki bara með eitthvað föstudagspestina sko og ég er búin að vera bara til að láta hana vita sko, kærasta mín er búin að vera að hjálpa mér að sko fara á klósettin og allt, ég er með beinverki og það er upp og niður á mér og allt já, eins og kranavat sko þarf ekki að vita það en nei, ég er ekki að grín, ég er bara lasin, ég skal gefa samband já, getur þú samt fyrirgeðu já, getur þú ekki gert það bara fyrir mig. Hvað viltu þá að ég geri? Ég er bara spá hvort þú getur skráða niður. Ég er bara búin að vera, ég sé fyrir mig bara sófan í dag, ég ætla að leggja spenntu feld sko. Með ullateppi þetta heima sem ég langar bara að vera undir því og svona svitnis og rugli úr mig sko. Ég ætla að gefa samband. Svo ég langaði mig bara að reyna að vera slagur heima, að reyna að ná þessu úr mig með bara svitnis úr mér og þá sé ég fyrir mig kannski bara ég ætla að reyna ára á Friends eða eitthvað, 10. seríu. Halló. Engin þolinmæði. Halló. Ég er ekki bara að tala við hana á móttökunni. Já. Var hún búin að segja frá því? Nei, hún var bara að gefa mig síman. Já, þú dæktur hliðin á henni. Herdís launafulltrúi. Já, það er Herdís Grímur heiti og ég er að vinna upp í Lágmúla. Grímur? Já, og ég var veikur í dag og ég glemdi að ringja mig veikan og ég var bara að vakna núna. Og ég er búin að mæla mig 39,5. Og ertu ekki búin að tala við hana Kristínu? Nei, ég er ekki búin að tala við Kristínu og ég ætla að aðtöða hvort að það væri kannski bara hægt að þið myndi að heyri henni fyrir mig. Þannig ég var bara að vakna og ég var bara svaf ítli nótt, ég er ekki búin að vera vakandi. Ok. Ég sá fyrir mig bara, þú veist, ég er bara að drepast með beinverki og konan er búin að hjálpa mér inn á bað og ég er með bara upp og niður og það er allt í rugli sko. Kranavatn og þessu. Þú syngdur ekki bara beint upp í búð? Mér var hálf ítla við að ég var að hinskilin. Ég sé fyrir mig bara sófan sko, ég langaði bara að taka seríu 10 Friends eða eitthvað. Þú veist, þannig þegar Rossa með svörtu stelpunni hérna Charlie eða eitthvað svolítið. Og Joey byrjaði með henni síðan. Eða var með henni á undan. Ég þarf allavega að rifja þetta upp. Rifja upp? Ég er bara að segja, ég væri bara til að fá að vera heima í dag, ég er veikur og mér langaði bara að fara að grafa gömlu Nintendo eða eitthvað, taka bara go-kart og Mario Kart og Duke Nukem og ég sár lasin, ég geti þetta, þú veist, dífa Chupa Chups leikja og hún í hockeypólur og hérna, þú veist, höndin hún og búsa. Klukkan áttur að vinna í dag? Hæ? 4? Klukkan 4? Já. Ok. Ég ætlaði bara kannski að baka kanninsnúa eða eitthvað og reyna að koma niður smá mjölkudreitil. En þú veist, ég er ekki að ringja þetta með föstudagspestina sko. Það er alveg hægt að senda einhvern til að mæla mig.
Það má einhver koma það má alveg einhver koma að mæla mig ef hann eitthvað efins. Það ekkert að því. Ég verð bara upp í sofa, ég ætla að horfa á stöð 104, þú veist hvað yfir. Það höstlega tími. Hringdu allavega í heilsuvend, því annars farðu ekki greitt vaktina. Nei, ég bara þannig stattur núna, ég bara upp í sofa og ég bara, þarf að rífa mig úr öllu hérna, úr sokkunum og öllu, þetta bara einn af þeim dögum. Þú ert bara ekki að skilja hvað ég á við, ég að tala stöð 104, það hristingsrásin og ég ætla bara að liggja í henni í dag, bara heima og upp í rúmi og vera sveittur Já, verður það, en heilsuvend getur og taka stöð 104, alveg, ég bara þar núna finnst mér Ok. Ég skal láta hana Kristjánu vita. Já, er það ekki bara? Jú, gerðu það. Heru, takk fyrir það. Já. Takk. Ein fucking regla og það að negla. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Já, og bara King Rottweiler. Miklir snillingar þarna á ferð. En það komin tími á dagskrálið sem að ég verða viðkynast eins hrættur og ég alltaf við hann. Já. Það var alveg alveg hreinskilna. Ég hef gaman hann. Já. En mér líður stundum eins og þetta að fara að koma þér og okkur einhvern veginn í vesen með þessu, en þetta íslenska slúðri. Já, og það svona gaman að taka það fram líka, að hér erum við allir saman með þátt og tökum fulla ábyrgð á honum. Já, í sammenningu. Ég skal taka ábyrgð með þér. Sko, það að koma slúður núna. Já. Og Kolbarinn í slúðurinn líka ekki. Ég mikið ná að heyra líka. Jó, það sem sagt eins og ég sagði fyrir þettinum, það MC Gauti og Ásgeir Kolbeins og fleiri, það eru 3 mólar í dag eins og alltaf og já, því miður ég fíl ekki að fá þetta sent. Mér finnst það leiðilegt að heyra svona kunningja og vinni og allt. Mér er bara svo spurt og svarað. Það dreytir til mail á mig. Það eru strákar, við hefum ekki bara hætta þessu rugli að vita allir og ert að semja þetta. Við bara byrja þetta og fara strax. Ég er alls ekki að því, en þetta, fyrst í máli, það er sem sagt MC Gauta. Ok. Og nú er við vorum að spila hann. Já, nú er náttúrulega Airwaves í fullum gangi og það er allt út í tónleikum og röðum og það eru blaðamenn allstaðar og allt í rugli. Já. Íslensk bönd að spila og leggja ekstra mikið í sjóin sem allir ættu nú bara að gera alltaf. Já, það gerir það nú flestir alltaf. Segðu Pál Óskar, það er Airwaves allt árið á honum. En það er gaman að þessu, það er rosalega flott sjó og mjög skemmtilegt og stórir íventar og í gær þá var hip-hop kvöldið mikla. Já, á NASA. Nei, ég var ekki í Hörpunni. Ég held það, allavega eitthvað að því og kannski var NASA, ég manna ekki alveg. Ég fekk það ekki sent, það fylgdi ekki póstinum. En það voru helstu menn, það var MC Gauti og Sturla Atlas og Aron Kahn og Reykjavíkudætur, það var fullt að liði og Gauti var orðinn ofurölvi. Það er bara svo leiðis og var frekar skrítinn á því fannst mér. Hann var þarna baksviðs fyrir giggi og þá fekk Gauti og Sturla Atlas að rífast. Ok, þeir eru góðið vinnir ekki? Jú. Já, það var bara Gauti komin í þetta bara. Þeir fóru bara svona þrasa. Þeir voru að gjamma á hvern annan og kemur fyrir á bestu mönnum. Já, en máli snerist hvor átt að stíga fyrstur á svið. Já, ok. Gauti eða Sturla Atlas. Já. Og Gauti, hann var orðalveg og skrítinn og þú veist, heldur ég sé eitthvað uppbyttunatrið fyrir því, sagði Gauti. Öskraði svona á hann, heldur ég sé að fara að hitta upp fyrir Sturla Atlas eða var svona bara reiður og fólk var svona, heyri, hvað? Fólk var að fara að hróast að þessu og Sturla hann alltaf bara segja hann að slaka á. Hann var bara fullur og erfiður, Gauti var farin að öskra yfir allan hópin og Reykjavíkudætur og GKR, hann var þarna líka, fullt af fólk í baksvið, Eigið þið ykkur eigin dúkku saman? Hann sagði það. Ég hef þessi Gauta dúkku sem ég leit búa til. Eigið þið ykkur eigin dúkku? Það var brjálaður. Og Reykjavík þetta er róa niður og þú veist, það eru 18. Það er að fara að gera 18 dúkkur. Það er að vera að segja honum það. Já, þegið bara, sagði hann. Ég og dúkkar hendum þetta sjó, sagði hann. Og ég var að átalata hendu öllum út úr Hörpunni og þú veist, reyni að stoppa mig, sagði hann. Var svolítið svona erfiður. Svo voru allir bara shit. Svo fer hann í bakpoka sinn og næri í svona Bósa ljósár úr Toy Story. Aðra dúku og fer að leika sig með kallana. Hann var að gefa út kall, dótakall. Ég er ekkert að búa til. Nú ert að búa til til? Nei, en hann var að koma fréttudaginn. Hann er að búa til, vissur það ill? Hann er að koma MC Gauta dótakall sem er náttúrulega bara svona aksjókall. Já, og hann fer að leika sig með hann og Bósa og segir er svona að leika sig út fyrir endimörk
alheimsins og svo hann eitthvað í bósi fokka þetta Reykjavíkur okkar og fer hann að kalli sinni eitthvað rappa Reykjavíkur okkar og lemja bósa í svona vegg og það brotnar þetta plast úr honum og hann að rúst öllu þetta var bara hrikalegt sko og mamma svo komin þurfti að koma og sækja mamma skauta? Já það var hringt í hana sko þetta var bara orðið vesen það var sækja gauta á dúkum? Já hann fann að láta dótakallin sinn svona reykja síkó og þykjast að láta hann drekka bjór og var að kýla allar svona laust í kinnina og það var bara hringt í mömmans Þetta var að gerast baksins bara í hörpun í gær Mér finnst litla líka ráði en sagan skemmtileg eitthvað síður Nei, hann var í alvöru með nýja dúkku Já, ég veit hann ekki úr dúkku en hann er verið að láta hann að slást við bósa ljósár og segja Reykjavíkur okkar, ég veit það ekki Þú veist, þetta er það sem ég fekk senda allavega Ok Herru, það var næsti móli og það er Ásgeir Kolbeins vinnur okkar Já, þú nú verið með hann áður Ég er hálf vorkenn Ásgeir þú ert að fjalla hann í slúrunni Nei, þetta er bara heiður Ég er náttúrulega búin að vera með Ásgeir áður og hann er svona þekktu fyrir að rassamæla fólk Ásgeir Kolbeins, nú ætla ég að segja er miskildasti Íslendingurinn af öllum að mínum andi það er fólk sem heldur hann sé ekki þetta er, þú finnur ekki betri gauð heldur það einhver? Þetta er bara topp Já, maður heyrði á stundum sko Líkur höfðingi Já, hann er bara geggjaður Allir í kringum mig vita hann er topp náðingi Og síðan gerir hann líka bestu kolbsteik og kolburger sem ég fengi á æfinni Ná ofna veitingastað Já, en þú þarft ekki að setja nafni tengja nafni hans við alltaf matinn og vínið Kolburger Þú getur sagt bara hann gerir geggja hamburgara Já, bara hann gerir geggja burgara og á gott rauðvín Það fattaði allir sko Hann þarf ekki að vera með kolbrauðvínið og kolborgarana En hvað var Ásgeir að gera? Já, hann er náttúrulega hann er þekktur fyrir að rassamæla Ekki fara einu sinni Nei, ég kom inn á það Þú þvís að vera með Hann er í rauninni expert þegar kemur að líkamshita og rassamælingu og ég var alveg komið inn á það og hann er svona kannski þekktastu fyrir að hafa rassamælt fólk með þumlinum og hann gett sko farin að gett fundið það á sér bara, hann farin að vera nákvæmur enn mælarnir hann er búin að koma inn á það hann er búin að stúdera þetta algjörlega og sem er náttúrulega æðislegt sko en hann er sem sagt sko búin að finna nýja aðferð Við hvað, rassamæli? Já, hann er hættur að nota þumalinn þegar hann rassamælir og er farin að nota nefbrotin Ég er samt ekki að grínast Nei, Steinir, nú ertu bara komið í pervatiskan viðbjóð Þetta meikar helling sens Nei, þetta er ógeðslegt sem þú ert að segja Sko, að það pælir í, mann er alltaf kaldast fyrst á nefinu og heitast fyrst á nefinu Já, þú ert að segja Ásgeir sé að setja nefn á sig rassina fólki ekki vera þessu Hann er sem sagt, sko, hann setur nefbrotin svona upp við rassin, fattar du? Já, það er skarra Smá inn í ef hann er með kvef Hættu En annars sko er hann finnur strax hvort að það sé einhverja gróð Er hann næmari þarna sem hann er upp á gráð Hann er svo nákvæmur 37,9589 Hann myndi finna það upp á kommu upp á kommu Hann veit nákvæmlega hvernig sko, konan hans er ekki hrifin af þessu Það er bara þannig Hún vaknaði daginn þá var hann komin með nefið að henni Herðu, ertu með eitthvað annars Nei, Steindur, þú færði ekki að klára þetta Hún brjálaðist Hún öskraði á hann að vakna með nefið rassinu með ekkert grín, það er glata og hann náttúrulega fer bara í lás hann bakkar upp bara, mér fannst þú bara að vera eitthvað slöppis ég vildi bara vera viss ég með 4 kommur, ég fann það greinilega og konan hans voru þvílið þreytt á þessu og svo austurinn daginn Ásgeir alltaf rekka austurinn sem flesti vita á klukka vorum 2 nóttina og dansskóli tróðfullt og allir í þvílíku gýr og það var einhver strákur hóstandi hann og hann búin að vera að hósta allt kvöldi drullu nettur á því samt hann var að dansa hann kunni bara á hann var að danskóli hann var samt alltaf svona aðeins að hósta og hann hefur kannski bara verið með eitthvað í hálsinum ég veit það ekki en Ásgeir var búin að vera að njósta þessum og sjá hann hósta og fer af hann sko klukkan hann 2 gengur fer bak við hann sko og það er verið að spila Justin Bieber, Cold Water og það er stemning á austur og allt í einu gerðar hann yfir strákin setur neppan í rassin á honum og okkur er ég að leifa það að ræta þetta við strákin áður nei, strákurinn er bara hvað að gera maður og Ásgeir er bara slakka á þú ert með kommur ég veit að þú fyrir að hosta hérna slakka á, þú ert með nokkra kommur og ég finn það sagðan ekki þessu strák, ekki neitt hann var bara með sko hálsbólk toppstandi og Ásgeir baðst líka afsökunar á því en svo hann farin í sko jóga
Því að hans draumur í rauninni að geta rassamælt sjálfan sig. Þetta var Íslands slúður með skuldum auglýsingar, ég verð að stoppa þetta. Já, ég líka með, það er Sigurður Hlöðversson hérna. Já, það er bara fínt að stoppa því. Ég mættur á svæði Pablo Discoba. Átt þú rétt á slysabótum, en kemur þínum málum ekki áfram? Við hjálpum þér að sækja réttin. Fulltingi, þinn réttur til bóta. Áttu eftir að redda kvöldmatnum? Pantaðu kínverskt takeaway hjá okkur og sæktu á Bíldsöða 12, Phoenix veitingahús sem er 5677888. Hvað hugsarðu þegar ég segi gæði? En hvað ef ég segi hátt endursöluverð? Og hvað frábær þjónusta? Já, mér dattaði í hug. Toyota. Íslenska hreindýrið skartar sínu fegursta á hamborgarafabrikunni. Rúdolf er kominn til að hringja inn jólin. Þetta er Kristinn Ólafsson sem talar frá hamborgarafabrikunni. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Hollur, ódýr og gómsætur veislubakki fyrir hvaða tilefni sem er. Hvar annar staðar en á Subway? Sjáumst á Subway. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Somebody say you got a new friend. Í hopni, eins og hann Callum Scott syngur hér en það er náttúrulega hann Robin sem á þetta lag og mér finnst það svona 10 svona flottara með Robin verða viðurkenna. Ég kannski ekki hlutlaus en ég vist skellur besta nazi í heilt á spili. Þannig best að skoða sko. Ég er svona í síðast fyrir sem ræða þessum þætti en endilega farið inn á Facebook og skrifið skellur og likeið síðan og þið getur unnið spil því það eru einhverjir, hvað við erum að fara að gefa ykkur 20 spil, það eru einhverjir 20 sem fá að spila þetta undan öllum öðrum. Þegar spilið kemur niðan nóg. Og líka mikilvægt því að þarna neglu inn á þessa síðu líka hvenær það kemur í sölu, hvar við áritum félagarnir og allt þetta og svona við. Já, þetta, og ég skal líka lofa ykkur því kæru hlustendur að það var lagður metnaður í þetta spil. Við erum búin að vera í ára að vinna þessu, þannig að þetta er ekki bara eitthvað sem við hendum í réttur í jól. En það er komin tími á sturluða hrossaskítur. Eru þið tilbúin í það? Ég er fyrstur í því. Já, og þú hefur verið að tapa upp að síkast. Erum við ekki, var ekki jafntefli hjá okkur? Já, það var síðast. Ég hef unnið 90% tilfella, ég er bestur í því, höldu bara áfram, ég bara skal sanna það. Ég held að Sveppi að vinni síðast, raman þetta með. Hann er enda mjög góður í þessu. Já, eru þið tilbúinir drengir? Já. Og fyrir ykkur sem hafi ekki heyrt þetta áður, þá er þetta ekki flókið. Það eru 5 sturlaðar staðreyndir. Það eru ekki allar sturlaðar því einhvað af þessu er lygi eða hrossaskítur og strákarnir er að giska hvort þessi satt eða ekki. Og endilega taki þátt með kæru hlustendur. Fyrsta spurning, borðtennis. Já, spurning, fyrsta sturlaðar staðreyndin. Borðtennis er þjóðaríþrótt Kínverja. Sturlu staðreynd eða hauga lygi? Þjóðaríþróttin. Sko, ég veit að Kínverjinn er rosalegur í pingpong. Já, þeir eru snillingar í þessu. Það er ekki til verri tilfinning en að vera 6-0 undir í pingpong. Af því að ef þú tapar 7-0, það er skellur. Já, það er skellur, alveg skellur. Sko, veistu það, þetta gæti nefnilega alveg verið rétt. Samt ekki, þjóðaríþróttin, pingpong. Ég ætla að þetta já á þetta. Þú segir já, Egill. Þú segir þetta sé sturlu staðreynd. Asjubúin er mjög góður í badminton og ping-pong og martial arts. Þetta er þrennt. Það hefur verið góður í fullt öðru líka. Þeir sökka í körfubolta. Það er enda já mig. Ágættir í fótbolta. En þetta er mjög líklega rétt, ég hendi korrekt á þetta. Já, ég er eiginlega svolítið samanlega. Hvað íþrótt ætti það svo sem að vera? Ekki fótbolta, handbolti og körfubolti og það er ekkert að... Ég get lofað því að það er ekki handbolti. Nei, ég ætla að segja að þetta sé sturlu staðreynd. Ég segi báður þetta sé sturlu staðreynd. Það er rétt hjá okkur. Já! Herma, þetta er eins sem kemur til greina. Þá er það næsta. Það er hópur, talandum Kínverja, þá var svolítið verið að ég segi ekki meira. Það er hópur í Kína sem trúir á pöndur sem guð. Það eru pöndur, kirkjur og trúarsöfnur og fleira. Það er bara einhver hópur, getur þið 5 manns? Nei, það eru fleira, þetta er köld, þetta er stór hópur sem ég er að tala um. Og þær eru svona... Þetta liður að biðja til pöndunar. Það eru pöndur, kirkjur og... Biðja til pöndunar. Já. Já, ég meina sko, Asjubúin elskar pöndur, við vitum það. Það er vitað, það er fact. Þú vitað rosalega mikið Asjubúin. Og ég elskar pöndur, ég er aðdáandi. Það kæfir mér ekki óvart. Ég get sagt þér eitt sem er alvöru sturlu staðreynd, að þú ert réttræpur í Kína ef þú dreipur pöndu. Og hver dreipur líka pöndu? Það viðbjöður. En
Ég ætla að henda með þér þetta er 50-50. Þú getur að búta til, það getur verið horse manure. Ég ætla að enda að sé correct. Þú segir það sé störtlu staðreynd. Ég ætla að henda í hrossaskít á þetta. Rétt hjá Steindar, hrossaskítur. Hann er komin yfir. Og það er refsað fyrir að taka sjensa hérna. Já! Ég þarf ekki svara þriðju næst. Já, þá byrja þú að vinda núna. Ég flakkaði þetta eins á milli í dag og ræddi við menn. Gamla ára mættir í útvarpi aftur og svona. Og næsta störtlu staðreynd tengist því mitt. Ívar Guðmund misti sveindómyndina á 14 ára. Störtlu staðreynd eða hrossaskítur? Sko, Ívar Guðmunds Ég ræddi þetta við hann. Já, hann er svolítið, hann er gangandi kynlíf. En þú veist, hann er kynlíf á fótum. Hann er svo Valtý Björn, þeir eru báðir svona einhvern veginn, þeir eru svolítið svona fæddir kynlífsguðir. Ef ég mætti orða það þannig. Ívar og Valtýr? Já, svona þeir eru, það er eitt tilgangu fyrir því að Ívar sé á jörðinni, sko. Hann sé til. Lifta held ég bara. Það er að, og fjölga sér, held ég. Og hann er bara að það þurfa að koma nokkrir Og Ívar Guðmunds getur verið á Austur klukkan 06:30, búið með svona 50 vodka Red Bull, hann er í Bláfjöllum 11:35. Ég er ekki að spyrja því til ekkir. Spurningin er, mist hann sveindómi 14 ára ekki? Hvað rugglir þetta? Það er óþolandi. Ég er töluvert yngri en hann og dagurinn minn og næstu 2 eru ónýtrið fyrir út á kvöldinu. Dagurinn hans, ok, talandi þetta. Hann vaknar hálftíma setna og fer bara upp á ESU. Það er ógeðslega unfair. Ég ætla að opna með eitt hérna og af örugglega ástæðan fyrir að maður ekki að gera neitt helgina þó FN95 blösi 5 ára. Ég hringdi þig á sunnudaginn, Steindi, manstu? Já. Ég hef bara ekki verið svona lítill í mér í einhver ár. Ég peppaði þig. Þið var hrikalega þunnur. Já, stundu þarf maður bara að hringja og fá pepp. Ég held að Ívar Guðmunds hafi ángast ekki orðið þunnur. Ég held að hann aldrei verið heima upp í rúmi eitthvað bara. Hann hefur ekki tíma fyrir það, hann nennir því ekki. Hann er bara. Hann eina sér velta fyrir mig, hann hefur líklega verið yngri. Það er það sem er aldrei eldri, sko. Nei, ég var að fara að gíska á 9-10 ára eitthvað svoleiðis. Já, bara eins og Don Johnson, hann var 8 ára held ég. Sko, hvað segir, þetta styrluðu ekki? Já, þetta er styrluð staðreynd. Þú segir þetta sér rétt? Já, hann kottnungu kallinn og kannski ofungur. Hann hefur sko, hann er líklega verið alveg orðin sko, að mjög bráðþroska, alveg 100%. Hann er líklega verið yngri, ég segi þetta sem horse manure. Hann var 14 ára. Anskotið maður, ég er að skítapa það. Hvað, það eru 3-1 í mér eða? Já, nei, 2-1. Ívar Guðmunds var á bak 14 ára gamall. Já. Heilkomaður. Það eru vodka sjálfsalar í flestum háskólum Rússlands. Störtlu staðreynd eða hrossaskítur? Í skólanum? Í flestum háskólum Rússlands. Vilt þú vera fyrstur? Á, ég vera fyrstur. Þú mátt ráða. Þetta hljómar mjög sennilegt, sko, rússar elska vodka. Já, ég veit það. En er þetta í skólum, eða? Áttu ekki verið að læra þá, eða? Nei, ég meina bjórskólinn. Já, það er samt bjórskóli, sko. Hann er að tala bara um venjulega háskóla. Hvað er það að tengja það við háskóla? Bjórskólinn er björgæð. Hvað sagður? Það er háskóli sem er vodkaskóli. Nei, það eru vodka sjálfsalar í flestum háskólum Rússland. Bara eins og það er ópálskot í hávar. Já, það minna, þú veist, það er náttúrulega væntanlega má ekki vera fullur í tíma, en þú mátt nú alveg grípa þér inn á leiðinni heim. Veistu, ég ætla að segja að þetta sé ég ætla að segja að þetta sé hrossaskítur. Ég segi þetta sé correct. Þetta er hrossaskítur. Anskotin hafið, það er að pakka mig saman. Þetta er ekki og Steindi ekkert eðlilega lélugur í þessu líka. Hvað meinar þið lélugur? Ég er búin að vera með aldrei. Grísa á þetta. Það var síðasta í dag. Rikki G eða Ríkard er skýrður í höfuð á hollenskum frænda sínum Rækard. Er það greindaskipti hollendingurinn? Og sérst, frænda seti Rækard og mamma hugsaði, ég ætla að skýra Ríkard eins og frændans Rækard. Já. Ég vona bara fyrir kleinurhengin, en það sé ekki þannig. Ég er búin að þekkja Rikka í mörg ár. Ég er búin að þekkja Rikka í mörg ár. Ég hef aldrei heyrt hann tala um hollendingin. Þetta hljómar ekki vel. Hann heldur ekki með Holland í fótbolta, hann heldur aldrei með Holland í neinu. Ég hef aldrei heyrt hann tala um Holland. Þetta finnst mér að vera skrítið. Kannski skammast það fyrir Fantasy Rækard. Já, það getur þetta verið. Ég ætla að segja þetta sér rétt. Þú segir þetta sér rétt, Egil? Ég verð að taka þetta hestakókinu. Þetta er hestakókur. Þetta var búið til. Ég get ekki fagnað, ég skítapa. Já, hann tók þetta Steindi. Sverrir Bergmann kom hingað fyrr í dag og tók nýtt föstudagslag og það er rullu með Aroni Kahn og það eru margir búin að spyrja hvort þessi hægt að nálgast þetta á netinu. Þetta er þetta á neti og sveið mér þá, ég er að spá að spila þetta bara aftur þetta. Mér finnst þetta það flott. Fáum föstudagslagið frá þaðan. Já, ég rúll upp með þig upp í hausnum, já. Með augum bara á þér, því mér langar bara þig að sjá. Og ég púl upp með lið fyrir mig, ungan strák sem er lang. Hef ekki áður verið með, langar að vera með þér, já. Fullur af shiti, já.
Býð þeim öllum með en mér langar bara þig að fá. Og ég hata hvern hún haga sér öðruvísi kringum þá. Ríkala flott hjá Svessa, þetta föstudagslægið í þessum afmælisþætti sem að enn og eiginlega bara komin að lokum. Já, við erum mættir aftur í vinnun allavega, það ekkert frí á næstunni og... Nei, nú erum við bara feskir og verðum mættir hér strax næsta föstudag. Pæli hvað strákar, það allir nóf og allir des. Þetta það veistlára komin aftur. Já, það reyndar, ég mögulega á Tenerife næsta föstudag. Nú, ertu að væli okkur að taka frí og þú ert að fara til okkur ekki Benidorm? Ég tek 1 dag. Ég er líka mikill Tenerife maður. Þá Benidorm sín alltaf shit. En þá tek ég Tenni og... En ég meina við erum eftir að heyri þér og þú ert eftir að vera að kannski sláið á mig. Fáum sveppinit inn í staðinn þá næsta föstudag. Jafnvel keiri 1 og 1 snapp svona því ég næmir í 1 kaldan og eitthvað. Ekki spurning. En já, við ætlum að enda þáttin á, það er náttúrulega jólasnjórinn að falla í kvöld 20:59 bæði upp í Keiluhöll og já, ef þið hringið núna í 511-0957 þá ætlum við að gefa nokkra stóra jólabjóra sem að verða mættir í Keiluhöllina klukkan 20:59 og svo náttúrulega skrúðganga í kvöld og ég held að flesti tekið þátt í þessu sem að fíla jólatúborgin, þannig að endilega ringið í 511-0957 og við ætlum að gefa hvernig helgin hjá þér Steindi. Herru, hún er frekar róleg, ég er að fara í afmæli á morgun hjá Danni Rólusinni, Danni Deluxe. Já, róleg í kvöld. Rólegt í kvöld og maður veit aldrei, ég ætla ekki að vera minni stór orð, það var að koma alltaf stór tilkynning í dag og það getur vel verið að maður endi í 2-3, ég veit ekki. 5 ára afmæli og svona. 5 ára afmæli, það er náttúrulega, þú veist, ég geti valið úr hverju ég vildi fagna í kvöld. Já. Þannig að það getur vel verið að maður laumi sér eitthvað. Nei, ég er heima. Egil, en þú? Ég er bara að fara upp í vel kl. 09:00 í fyrramálið. Já, bara til Tenerife? Já. Veislan maður. Verður samt að vera erfið flugferð, sko. Ég er með 2,5 árs grisling sem getur ekki verið kjur í sekúndu. Já, ég sé það snöppunum frá þér. Hvernig ég geti verið mann í flugvél í 5 tíma. Ég held að það verið 5 tímar 5 verstu klukkutímar aðeins minnar. Og ég var full í reyði, pappi. Sko, þú verður að taka með náttúrulega tölvu og síman og aðvátt iPad, allt drastli með og fylla þetta af Dóru the Explorer og Diego. Það er ekki frí wifi í Vá. Nei, þú verður bara að fá, setja þetta tölvuna áður og ferð. Inn í iPadin. Herru, við ekki kennunum þetta bara eftir. Við ætlum að kveðja, takk æðislega fyrir okkur, kæru hlustendur og við heyrumst næsta föstudag. Hafið það gott helgina. Að kaupa sér frí frá börnunum.